Nú ætlum við aðeins að skoða hvernig við mælum og reiknum flatarmál. Ég ætla fyrst að skoða mynd hérna. Hvað gerist við flatarmálið ef ég þrefaldar hliðarlengdina? Við gætum haldið að flatarmálið þrefaldist, en við skulum sjá hvað gerist. Þá þarf ég að gera þetta í öðrum lit. Þá þarf ég að fá þrisvar sinnum í þessa átt, er það ekki? Í þrefaldar hliðarlengdina, þá fer hún úr 3 í 9. Og líka hér. Og þegar ég fer að reikna flatarmálið, þá þarf ég að fylla inn í myndina. Því það er ekki bara lengdirnar, þetta verður að mynda sama kassa og þetta gerði í upphafi. Og þá eru myndirnar orða 3 + 3 = 9 og 9. Þannig í staðinn fyrir að upphaflega flatarmálið var 9, 3 × 3, að þá er seinna flatarmálið 9 sinnum 9, það er 81. Og hér skiptir ekki öllu máli hvaða einingu við erum með, því þetta verða hlutfallið á milli er sama hvort eru sentimetrar, metrar eða eitthvað annað. Og þið sjáið að 81 er 9 sinnum stærra heldur en 9. Þannig að við það að þrefalda hliðarlengdina, þá nífaldast flatarmálið. Hlutfallið á milli litlu myndarinnar og stóru myndarinnar er 1 á móti 9. Við vorum að skoða hlutfall í síðasta kafla. Sveinbjörn ætlar að stækka borðið sitt sem er ferningur. Við skulum bara teikna ferning. Í svona myndum þá borgar sig að teikna alltaf hvað við erum að gera. Borðið verður tvöfalt breiðara, þá teiknum við bara ferning við hliðina, og þrefalt lengra. Hérna er komin 1, 2, þrefalt lengra, svo klárum við að fylla upp í borðið. Og hvað er þetta margir? Þetta er 6 sinnum stærra, því að við erum með 6 sinnum upphaflega borðið, er það ekki? Og þetta er tvöfalt og þrefalt. 2 og 3 eru 6, er það ekki? Alveg eins og áðan var þetta 9, af því að 3 og 3 eru 9, þess vegna var myndin áðan 9 sinnum stærri.